við erum að spá mikið í heilsunni og hreyfingu hér á Suðurland FM þessa vikuna, hreyfivika, og við erum í góðu samstarfi við UMFI. Og ef það er eitthvað sem við þurfum svolítið vel að spá í, það er að hafa búnaðan okkar í lagi, og hún er komin á línuna hjá mér, hún Steinunn hjá Intersport hér á Selfossi. Góðan og blessan daginn. Góðan daginn. Hvað segirðu þá í dag? Bara fínt. Er það ekki? Jú, já, því ekki þannig. Datt í huga að spyrja það kannski aðeins úti, því að nú eru þið með ýmsan varning og bæði þá fyrir þá sem er að fara að hreyfa sig og líka útivistarfatnað. Já. Þið eru með náttúrulega bæði vörur fyrir börn og fullorðna. Já. Og skó og ýmislegt annað. Akkurat. Við reynum allavega að sinna svona sem flestum. Já. En hvernig er einmitt ef að fólk kannski kemur til ykkur og leita að ykkur ákveðnu sem að langar að spyrja spáðu eitthvað í að svona aðtúa með þau mál þá? Já, við reynum náttúrulega að sinna þörfum viðskiptavinna eins og hægt er ef að fyrirtæki sem við erum að versla við og annað er að bjóða upp á að við getum sem sagt panta af þeim, en það er bara því miður ekkert alltaf hægt þannig af því að þessi fyrirtæki liggja ekki til lagera hjá sér úti. En við reynum eftir bestu getu að þjónusta það sem hægt er og ef að kemur eftirspurn á okkur sérstakar vöru þá reyni ég að auðvitað panta hann inn í búðinni á mér eða leita eftir byrgjum sem ég geti fengið hana hjá. Er eitthvað svona helstu merki sem að þið eru með? Já, við erum náttúrulega með Proteus og Energetics og McKinley sem eru nú okkar merki. Svo sem eru framleidd fyrir Intersport og Etirel. Það er svona mjög ódýrar og góðar vörur oft á tíðum. Og svo erum við náttúrulega með Hummel og Nike og eitthvað í Under Armour og við erum með Dyrison í útvistafatnaði og McKinley náttúrulega. Og svo erum við erum að selja frá Skarpa mikið af þessum Mojito skóm sem hefur náttúrulega verið mjög vinsælir hjá okkur. Og við erum með svona útivistar, svona auka hluti sem við getum notað í fjallgöngunar og útilegunar og frá mjög góðu merki sem heitir Sea to Summit. Það er ýmislegt og svo er ég alltaf með svona hugan við að bæta inn í þennan útivistageira játt og þétt, svona eftirspurn. Finnur eitthvað fyrir því að fólk sé að koma til ykkar núna og leita eftir nýjum fatnaði til þess að fara stundar hreyfingu? Já, það er alltaf hverju hausti og kemur alltaf svolítið svona að sprengja þar inn, haustinn og eftir jól. Maður spáður einmitt í af hverju haustinu mitt og eftir jólina, það er eins og að komið þessi, hvað heitir þetta aftur, fyrir fólk að setja sér svona markmið og ýmislegt annað hvað það ætlar að gera fyrir komandi ár? Já, nákvæmlega. En náttúrulega hreyfing er eitthvað sem maður á eiginlega að hafa bara alltaf inn í lífi sínu, allt árið. Ekki bara einblína á einhverja 2 til 4 mánuði á ári, heldur að hafa þetta eitthvað sem er stöðugt og vera vel búin eftir því hvað það ert að gera. Skiptir máli að vera í góðum skóm út að hlaupa og svo framvegis. Og mjög skiptir gífurlegu máli að vera í góðum skóm eða að fara mikið að labba á fjöll, bara upp á fá góðan stuðning fyrir fætur og fá ekki meðsl og vera votur og með særi og alls konar sem getur fyllt fjallgöngunum eða þú ert ekki vel útbúin. Eru viðskiptavinir duglegir að leita aðstoðar í sambandi mitt við val á skóbúnaði? Já, það er alveg alltaf að færast svolítið í aukana. Að fólk sé að leggja meiri metnað í að hafa betri skó og leggja þá kannski í þetta nokkrum þúskalli meira því að það er bara þannig að þú kaupir vandaða skó, það dugar þér miklu lengur, sérstaklega að hugsa vel um þá. Akkurat. Þannig að það er svona alltaf að aukast. Að fólk er að setja meiri peninga í þetta. En svo spáðu þið nú aðeins í hreyfivikun og annað sem að núna er og þið ætlið að taka það til gleðinu og veita smá afsláttu, ekki? Jú, við sem verum með 20% afslátt á morgun og föstudaginn af öllu í búðinni. Já. Þannig að það erum að koma að gera góð kaup, en það gildir eingöngu í þessa 2 daga, sem sagt 50 og föstudag, þannig að því er ekkert að koma núna. En þú segir einmitt eins og þetta er af öllum vörum? Öllum vörum, já. Það er ekki leiðilegt. Já, það er bara frábær kaup sem er hægt að gera. Byrgja sig upp fyrir veturinn og
jólagjafarnar jáfnvel. Já, segðu, það að gera að byrja líka því í september, ha? Já, nákvæmlega, okkur ekki. Já, ekki, mér finnst ekkert sniðugt að vera að hrúða þessu 11. desembermánuð, ég hef nú bara að segja það. Já, segðu. Það byrja að auglýsa jólatónleika, okkur fyrir við ekki að kaupa jólagjafir. Já, segðu, nákvæmlega, það er málið, sko. En Steinunn, gaman að heyra í þér og hvet fólk til þess að kíkja til ykkur og að leita aðstöðar eða að leita einhverju sérstöku. Endilega, bara velkomin. Takk fyrir spjallið. Sömuleiðis, gangi ykkur vel. Já, bless. Bye.